Góð kvöldið og velkomin í Heimsmyndir. Í dag ætlum við að spjalla við hana Ragnheiði Eiríksdóttur, betur þekkta sem Heiða í Unun. Já, eða bara Heiða Eiríksdóttir. Heiða Eiríks. Það má alveg kalla mig Heiða í Unun, sko. Unun náttúrulega hætti árið 2000, sko. En þetta lifi lengi? Já, í árið 2024, en ég hef velti fyrir mér hvort ég ætti að taka upp, sko, ættarnafni von Unun. Já. Bara svona, þú veist, greifinjan von Unun eða eitthvað, bara til þess að hafa gaman að þessu. En sko, þetta fór ægilegi töðunar á mér hérna strax og eftir að ég var rosalega mikið að reyna að vera í einhverjum öðrum hljómsveitum, sko. Já, alltaf kölluð Heiða í Unun. Já, sem að var, en svo er ég eiginlega bara, ég er á nógu, sko, gömul og unga þetta í anda en þá, en ég er á nógu gömul til að sætta mig við það að heimurinn skapar alltaf það sem að hann vill. Og við eigum bara að sleppa tökunum og bara leyfa hlutunum að gerast sem er að gerast. Og heimurinn við kallaði Heiði í Unun. Ef ég seti uppi með þetta, þá er það bara þannig. Þetta gæti verið verra. Ég gæti hafa verið í hljómsveit sem að héti Niðurgangur og hefði setið uppi með Heiða í Niðurgang. Já, það verið verra, sko. Það hefði verið leiðilegt, sko. Hvenær var 94? 94 gekk ég í hljómsveit með Dr. Gunna og Þór Eldon. Já. Þið voru alveg hjúts tímbili hérna heima. Við vorum alveg duglegir líka að spila. Já. Það kemur náttúrulega, verður ekkert til úr engu, eins og heimspekin segir. Herri, við ætlum ekki að tala tónlist samt við hana Heiðu. Við ætlum að tala heimspeki og við ætlum að fara inn á svið sem er svona líklega svona torskildasta svið heimspekinar held ég að mjög mörgum þyki. Og það er fyrirbærafræðin. Og fyrirbærafræðin er oft svona sögðu vera svona hálf austurlensk í eðli sínu, oft svolítið búddísk, mjög skrítin þemu þar og margir af þeim sem hafa verið svona forsvarsmenn hennar hafa notast við hugtakið Guð og svona hluti sem er svona svolítið anti-western og við ætlum að reyna að kryfja þetta svolítið og við ætlum að reyna að fara svolítið í þetta á leikmáli, að máli leikmanna því að ég held að mjög margir séu forvitnir hvað fyrirbærafræði er en við getum alveg mistað því að útskýra það ef við förum of hratt í það. Hvar myndir þú byrja? Já, ég myndi byrja á því að segja að mér þykir áhugavert að þú tengir þetta strax við hugmyndir Guð sem að ég er ekki alveg sammála. Ég er ekki viss að það sé sko af þessum sem að ég hef verið að lesa, þessum heimspekingum sem hafa haft mest áhrif á mig. Allavega bæði þýski heimspekingurinn Martin Heidegger og franski heimspekingurinn Jean-Paul Sartre, þá eru þeir svo sannlega ekki trúaðir. Nei, þeir eru ekki trúaðir en þeir tala mjög mikið að guðleysi sé slæmt. Sko. Þeir eru í raun og veru að tala hugmyndina hið góða sem að mannkynnið hefur að einhverju leyti skilað af sér sem ónauðsynlegu. Og allavega Heidegger talar oft í sínum ritum. Ég gerði sem sagt mastersritgerð Heidegger. Já. Og eitt af hans verkum sem var þá frekar nýlega komið út á ensku. Ég skilaði þessari ritgerð af mér 2011 og ég held að í raun og veru hafi þessi bók fyrst komið út svo 1989 á þýsku og svo alveg 10 árum setna þá var hún þýdd á ensku í fyrsta skipti þannig að ég er að fjalla rúmlega 10 ára gamla bók sem var sem sagt frá ensku fyrir enskumælandi. Hún heitir sem sagt á ensku Contributions to Philosophy through an Owning eða framlög til heimspekinnar í gegnum viðureign. Akkurat. Og í þessari bók og í fleiri ritum hans að þá er honum tíðrætt plássið sem að guðirnir, alltaf í fleirtölu, takk þetta því, plássið sem guðirnir skildu eftir í heiminum þegar þeir yfirgáfu hann. Það er virkilega alls ekki í takt við nein trúarbrögð. Nei, alls ekki. Og heldur ekki að vera það held ég. Ég held að hann sé alls ekki að einu sinni að vitna í einhvers konar austræn trúarbrögð eða kenningar. Jafnvel þó að þessi hugmynd fyrir bara fræði geti að einhverju leyti mynd á austræn trúarbrögð eins og búddisma. Sérstaklega þegar það kemur að því að verið er að fylgja
fylgja dálítið eftir hugmyndum sem eru alveg andstæðar og það gæti orðið einhvers konar senbúddismi ef maður gæti allavega búrið að auðveldlega saman við það hvort sem að Heidegger var á þeim buxunum eða ekki, en þá erum við ofta að tala sem sagt á íslensku það sem talað sko veru og neind eða bara eitthvað og ekkert. Neindin þýðir í raun og veru bara ekkertið. Það þegar þú ert búin að taka og það ekki tóm, heldur það bara hugmyndin ekkert sem orðin svo raunveruleg og hún orðin jöfn hugmyndin eitthvað. Og það eru svona hlutir sem að kannski fólki finnst stundum erfiðir en ég verða að viðurkenna það að ég sem listamaður ég er listamaður, ég hef gert tónlist frá ég bara var lítil og ég hef teiknað frá því ég var lítil og ég hef elskað að fara á myndlistasýningar og í leikhús og krifja bíómyndir og ég hef gert þetta alla ævi kannski bara nokkur ár sinni byrjaði að segja bara að ég væri listamaður en kannski hef ég samt alltaf verið það sko. Það lengi að horfast við eða svona eigna þér tilfinninguna. Já, að eigna tilfinninguna, vel orðað. Já. Sem sagt, það svolítið á sviði listamanna líka að takast á við andstæður og reyna að láta einhverja eina hugmynd kalla á aðra hugmynd og eiga svo í einhvers konar samtali við hluti sem að þú ert ekki alltaf sammála. Þannig að útkoman verði kannski á einhverjum óvæntum stað og ekki endilega þeim stað sem þú ætlar þér að fara á. Það skapast eitthvað. Það nákvæmlega málið. Heimspeki í raun og veru mest skapandi svona bóklega fæið sem að hægt að velja sér að læra og bara sem gott dæmi, ég ætlaði semst að fara í ensku upphaflega en svo komst ég ekki í ensku áramót, ég ætlaði bara að byrja áramót, það voru bara 2 hlutir sem ég gat valið að byrja í sem sagt bara strax á vorun þegar ég byrjaði þarna, það var guðfræði eða heimspeki og ég hugsaði bara strax já, ég hef ekkert við guðfræði að gera þannig að ég valdi heimspeki og einn af fyrstu textunum sem ég las var Heidegger og var sem sagt bara einhver lánaði mér. Það svona djúpulögin bara fyrstu textin? Nei, það nefnilega alls ekki djúpulögin, vegna þess að það einn af mjög aðgengilegum Heidegger textum sem til heitir Was ist Metafysik eða Hvað frumspeki og það þar sem hann í raun og veru að tala og sannar neindina, ekkertið. En ef við bökkum aðeins það var bara ljós sem að kveiknaði í hausnum á mér og ég hugsaði bara, vá, ég skil þetta alveg. Það ekkert þarna sem ég skil ekki. Þannig að ef þú segir það sé erfitt þá ég á í erfileikum með svona analytical. Já, upplifðu það sem tyrfið frekan hitt. Það finnst mér vera starffræði, sko. Þannig að þannig ég bara á heimavelli. En ef við bökkum aðeins, þá sko eitt af því sem kemur fram í mastersritgerðinni sem ég búin að lesa svona svolítið upp á af Viðureign verunar. Viðureign verunar, frábær gerð, by the way. Takk. Sko eitt af því sem þú segir eða þú vitnar í Heidegger að það sem að hann að reyna að gera að sem sagt, losa sig frá hugmyndasögunni og hinn gríska hefð og þessi hefðbundna hugmyndum Platón og Aristoteles og svo alveg fram undir Kant. Losa sig frá frumspeki eiginlega. Já, frá í mitt þessum þar sem vangaveltur heimin eru grundvallaði rosalega mikið í kerfi sem að hangi saman og tengist efninu og þetta svona styrpisolegt kerfi. Eiginlega tengist sko vísindalegum sönnunum og akkurat. Að þú getur í raun og veru ekki horft á hlutina sem sko sanna og raunverulega nema vísindin séu búin að leggja blessun sína á það og frumspekin hafi verið sko sú heimspeki sem hafi verið sko leiðandi og náttúrulega heitir á ensku metaphysics sem í raun bara flokkunarkerfið í bókasöfnum fortíðar þar sem sko, þú varst með physics og svo varstu með metaphysics og þar í raun og veru sko áherslan alltaf og það eins og sko fólk almennt hafi treyst
frumspekinni fyrir því að búa til ný hugtök sem áttu að fjalla sem að voru þó nægjanlega sönn og áreiðanleg til þess að hægt væri að halda áfram þaðan. Okay. Og Heidegger vildi bakka að því að hann taldi að við værum eiginlega komin í ógöngur út frá því að við værum búin að skilgreina skilgreiningarnar, þannig að það eru skilgreiningar á skilgreiningar ofan sem að sögulega, náttúrulega í hugmyndasögu allri, verða að einhverjum ferlum eða götum og við séum raunverulega komin í ógöngur af því að við séum búin að skilgreina oflangt og við höfum mist af kjarnanum. Og hans opinberun verður þegar hann les Husserl sem hans lærifaðir sem bjó til fyrirbarafræði. Sem snemma á 1800 eitthvað. Fyrirbarafræði gengur í raun og veru út á það að bakka en ekki bara að bakka með því að segja ok, ég ætla bara að hætta að hugsa þetta og fara að hugsa eitthvað annað af því þú getur eiginlega ekki hugsað á móti hugsuninni, segir Heidegger. Þú verður að finna einhverja leið til að gera það og sem sagt fyrirbarafræði á íslensku er talað frestun og afturfærslu og þetta í raun og veru þýðing á transcendence, það sem að þú raunverulega horfir á eitthvað sem að þú telur að þú þurfir að geta bakkað og þú eiginlega eins og setur það innan sviga, gerir sem sagt athugasemd við það en reynir svo í raun og veru að finna þér leið til þess að komast tilbaka á undan hugtakinu áður en að það var skilgreint endanlega og hugsað og það sú aðferð að komast tilbaka sem að greinir svo á milli hverslags fyrirbarafræði þetta af því að það eru margir að fjalla þetta og hver heimspekingur fyrir sig hefur sína aðferð til að nálgast það að geta bakkað og ég hef mestan áhuga á Heidegger þarna þegar ég geri mastersritgerðina mína vegna þess að hann að einbeita sér að tungumáli. Hans tungumála áhugi verður að aðferðinni hans í þessari frestun og afturfærslu fyrirbarafræðinar. Það sem að hann segir, það sem við þurfum að gera til þess að geta komist á bakvið hugtökin og reynt að hugsa þau aftur að búa til ný orð. Og hann í raun og veru kemst að því, skrifar meðal annars þetta í uppruna listaverksins sem að mér finnst vera ofboðslega góð bók, heitir á ensku The Origin of the Work of Art ef að hlustendur eru að lesa ensku eða Der Ursprung des Kunstwerkes upprunalega. En ég heldur eftir maður að stoppa Mér langar bara til að segja, hann kemst að því að ljóðskáld séu í raun og veru best til þess fallin að nálgast sannleik. Akkurat. Ef við drögum þetta saman allavega mína tilfinningu fyrir því, ég var að hugsa á leiðninga í bílnum. Þetta sem að Heidegger að reyna að takast á við, það þetta þessi gríðarlega saga af þekkingu og kerfislægu hugsun sem við búum í. Og til dæmis þegar ég keyri bílinn minn hingað, þá ég að hugsa umferð, vegur, tilgangur, nöfn, kerfi og ég aldrei að hugsa hér ég að keyra bíl og ég ekki á staðinum í þessu að ég alltaf að hugsa alla skilgreiningarnar á því sem að gengur á í lífi mínu og þegar og kannski það sem að við myndum vilja að áhorfendur skilji að þegar við erum algjörlega týnd í þessu þekkingarkerfi sem við erum alin upp í þá sem sagt séum við svolítið hætt að geta hugsað núvitundarlega og hugsanlega skapandi og og það þessi frumspekilega löngun til að tala verundina algjörlega hlutlust og það ekki það sem hann að reyna að gera Sagður verund eða veröld? Ég sagði verund reyndar
En það alveg nóg að segja vera. Já, veruna, já, að vera. Og þess vegna einmitt fer Heidegger eða Husserl fyrst og svo Heidegger að tala mikið sko, að það í sjálfu sér að vera sem eitthvað svona bæði að vera og vera ekki, sem einhverja hluti sem við höfum mist sjónar á hvað því við erum alltaf að hugsa á svona kerfislega nótum. Ég bara, nei, alls ekki. Ég veist þú hafðir alveg týnt sjónar á því hvað skiptir máli þarna vegna þess að þegar þú ert að tala að við séum sem sagt alltaf, segjum bara tökum dæmið þitt, þú ert í bílnum og þú ert að hugsa veginn og umferðina og til hvers allt og svo framvegis. Það það sem að vera manneskja. Og það enginn af þessum höfundum, Husserl, Heidegger, Sartre, Camus, Merleau-Ponty og svo framvegis á þessari línu, þetta ekki fólk sem að reyna að komast í einhvers konar núvitund á neitt nátt. Hins vegar, ef þú tekur heimspekingin Arthur Schopenhauer sem hafði gífurlega áhrif á Nietzsche, hann eiginlega ástæða þess að Nietzsche hætti að vera fornaldarfræðingur og fór að leggja stund á heimspeki. Hann fór úr einhverju sem heitir filológia yfir í filosófía. Þá las hann sem sagt höfuðrit Arthur Schopenhauer Die Welt als Wille und Vorstellung eða heimurinn sem vilji og ímynd, The World as Will and Representation. Og hann í raun og veru, ég skrifa sem sagt bíaritgerðina mína það vegna sem ég fannst það svo ógæðslega frábær hugmynd sem að Schopenhauer var með. Hann neikvæður, pínlítill níhilisti, en hann samt með lausn. Hann segir nákvæmlega þess að þú ert að segja að við verðum að geta komist í einhvers konar ástand þar sem við náum að sóna aðeins út til þess að geta skilið heiminn betur og jafnvel kunna betur að meta. Schopenhauer notar tónlist til þess. Heimspeki, hans tónlistar frumspeki, en hann sem sagt fyrir tíma þess þegar verið að tala fyrirbarafræði, en það má samt færa rök fyrir því og ég ætla að nota hann að hluta til í doktorsnáminu mínu til þess að sýna fram á það að hans hugmyndir hafi kannski verið svona undanfæri fyrirbarafræði á einhverju leyti, þar sem að hann komin í þessa frestun þó hann hafi ekki verið að skrifa það og nota þau orð beint, og þá var hann að gera það því að hann segir leggið stund á hugleiðslu eða ascetism, þar sem að þeir umverulega neyti ykkur allt, það ágætisleið til þess að komast út úr heiminum og þá eru þau bara að lifa sem einsetumenn upp í fjöllum í kofunum ykkar. Nú, ef að það of erfitt fyrir ykkur, að þá ég með aðra leið. Það eru fæstir sem geta tilenga sér líf einsetumannsins. En hin leiðin aðgengileg öllum. Annarkvort að spila einhverja tónlist, leika á einhver hljóðfæri eða bara hlusta á tónlist og leyfa tónlistinni að flæða til ykkar þar sem að þið farið með tónlistinni út úr þessum heimi inn í eitthvað ástand þar sem að þið náið að dvelja og þar náið þið í raun og veru að hreinsa hugan og verði svo alveg tilbúin til þess að fara aftur til heimsins. En heimurinn heldur alltaf áfram að vera jafn ömurlegur. Það engin lausn. Það Schopenhauer, já. Það engin lausn. Sko heimurinn heldur alltaf áfram að vera grár og glataður, en þú getur svolítið svona núllstiltig þannig að þú ráði betur við hann. Og Schopenhauer skrifar á þessum nótum, en sjálfur var hann víst afskaplega lífsglaður maður og spilaði á þverflötu. Og var bara svona alveg ógeðslega líglað en skrifaði svona og þetta heillaði Nietzsche það mikið að hann fór að læra heimspeki. En það sem þú varst að segja í raun og veru miklu líkara þessu heldur nokkuð tíma því sem að Jean-Paul Sartre skrifaði, það sem að Jean-Paul Sartre bara hann fastur í því að við séum alltaf að hugsa hluti og við munum aldrei geta hætti og það alveg eins gott að gangast bara við því að þannig manneskjan og taka bara ábyrgð á því og það sem Heidegger að segja það að við erum föst í heiminum, við munum ekkert komast út úr honum fyrir við deyjum. Það það sem hann notar í raun og veru mjög mikið líka Heidegger. Dauðan, það eitt af því sem við erum alveg pottet á. Fyrsta sem við munum pottet vita það að við munum deyja. En í staðin fyrir að líta á það sem eitthvað neikvætt og hræðilegt að nota það frekar til þess að varpa
þá endalokum okkar yfir á það að við séum nauðsynlega til og vera þá bara frekar að nota tíman vel í að gera eitthvað. Heidegger myndi aldrei fallast á það að við ættum hann alls ekkert í Schopenhauer pælingunum sko. Hann myndi aldrei fallast á það að við ættum bara að reyna að sleppa því að hugsa. Hann vill bara að við séum að hugsa rétt. Já, það er líka það sem ég átti við sko. Ég átti ekki við að maður hætta að hugsa. Ég átti við að við séum föst í kerfi hugsunar og til þess að hugsa öðruvísi. Þá þurfum maður að kynna sér fyrirbærafræði til dæmis. En þú verður að hugsa til þess að hugsa öðruvísi. Þannig að þú getur aldrei slögt á öllum þessum hugsunum sem þú ert með. Þú ert bara að taka hvað heitir þetta, axla ábyrgð á þeim og sætta þig við það og vinna með það sko. Akkurat. En og Heidegger tala voðalega mikið ljóðskáld sem kemur mikið fyrir í greiniðinni. Nákvæmlega. Og hann voðalega hrifinn af hans svona hugmyndum the authentic eitthvað svona náttúran og gamli tímar. Já, hann var í raun og veru sko, hann var ofboðslega hrifinn af þýsku ljóðskáldi sem heitir Hölderlin. Já. Og ég fór alveg sko út allt í ritunum hans Heidegger þegar ég var að skrifa þetta vegna sem ég fannst ég ekki eiga að geta fjallað einhverja bók sem kemur hérna út eftir dauða hans sem með hugmyndir. Hann vildi ekki láta gefa þessa bók út sko. Hann gaf sem sagt bróður sínum handritið og lét geyma það þangað til eftir að hann væri látinn af því að í þessari bók eru í raun og veru svona grunnhugmyndir af kannski 10 ritum sem hann notaði. Hann í raun og veru bara svona, þetta var svona eins og safnhaugur sko, en það er hægt að lesa það samt í samhengi og það er það sem ég fann svo áhugavert við þetta sko. Eitt af því sem hann mjög hrifinn af að hann telur í raun og veru að ljóðskáld hafi eitthvað fram yfir aðra listamenn, hann elskar listamenn og hann telur í raun og veru að listamenn séu á réttri leið þegar það kemur að því að opna veruna sem að þýðir í raun og veru að hugsa út fyrir kassan á svona venjulegu máli, að vera ekki fastur í einhverjum kerfum, ekki vera í rúðustrikuðu, heldur að íta þessu öllu eitthvert og komast þá meira inn í hugtökin sjálf og breyta þeim innanfrá. Og af því að sem sagt, listamenn eru að fjalla heiminn nauðsynlega, eru sem sagt verur í heimi og heimurinn í þeim og þau eru í heiminum, en eru með mismunandi miðla, að þá það eftir því hvernig miðil þú ert að nota, hvort þú ert að gera höggmyndir, tónlist eða hvað, hvernig útkoma verður. Og Heidegger telur í raun og veru að þeir sem að noti orð eða tungumál á skapandi hátt, á mest skapandi hátt, séu þeir sem að nái mest að hrista upp í fólki vegna þess að sko alltaf þegar hann að tala þetta þá dettur mér strax í hug sko sjón. Ég veit ekki af hverju. Mér finnst bara sjón. Já, ljóðskáldi okkar ljóðskáld sjón. Já. Mér finnst sjón vera algjörlega sko merki þessa tegund af ljóðskáldi sem að raunverulega leikur sér með tungumálið í hans ljóðum. Nota bene, ekki í skáldsögum af því að sko Heidegger var alveg að fíla skáldsögur en hann sagði sko að ljóðskáld væri grunnur æðst vegna þess að þar verið að sko vinna með einhverja sko naumhyggju og þú hefur ekki endalaust pláss en þú þarft einhvern veginn og þú mátt fá svolítið leyfi, þetta skáldaleyfi til að búa til orð sem Heidegger gerði sjálfur mjög mikið. Þegar þú býrð til eitthvað, skeytir saman einhverju og þá verður úr eitthvað nýtt og þegar þú ert búin að búa til orðum það að þá getur fólk hugsað það og hann taldi það sem sagt til mikill að bóta að fólk væri í raun og veru að sjá eitthvað sem það skildi ekki alveg nógu vel og myndi hugsa á nýjan hátt eitthvað af því þá yrði það raunverulega til að breyta heiminum sjálfum. Tungumálið hefði bein áhrif á heiminn en bara ef það væri notað á skáldlegan hátt. Það ekki þessi fyrir bara fræðileg hugsanagangur að einmitt sko það hans frestun og afturfærsla. Akkurat, þú ert með þessa meðvitund að statískt tungumál sé bindandi. Já, bara hjá Heidegger. Það er ekkert inn í fyrirbarafræði sem slíkri, en það gerði Heidegger ekki,
hann gerði sig ekki út fyrir að vera að stunda fyrirbarafræði, hann gerði sig út fyrir að vera að stunda verufræði sem sem sagt ontologi sem að kemur til sem viðbragð við fyrirbarafræði. Af því hann segir að Husserl hafi verið með æðislega hugmynd en hann hafi vantað leiðina til að framkvæma. Hann hafi bara búið til hugmyndafræði en hann hafi ekki búið til framkvæmd. En verufræðin hans í raun og veru með þessari framkvæmdi í gegnum ljóðskáld og tungumál. Já, skapandi. En þetta engan veginn, það má alls ekki segja að þetta sé neitt svona semiotics. Hann alls ekki komin í neina táknfræði eða túlkunarfræði eða neitt slíkt eins og þú veist Wittgenstein var að leggja það eitthvað allt annað stöf, það eitthvað sem ég skil ekki neitt. Þú ert ekki hrifin af því? Engan veginn, ekkert hrifin af því sko. En myndirðu segja að því að nú sem sagt Heidegger að gagnrýna sem sagt tæknihyggju og leið að því ég nefndi Guð þarna á hann sko, hann ekkert að tala Guð en hins vegar tala sko hann að tala mikilvægi þess fyrir heiminn að átta sig á því að guðirnir hafa yfirgefið okkur. Akkurat sko, það eitthvað svona gat eftir og hann myndi bæði kalla trúarbröðin kerfisbundin God-size hole nákvæmlega það sem það Hvað segirðu? Hann myndi bæði sko segja að trúarbröðin séu kannski svona dauð einhverju skilíki, séu svona Trúarbröðin voru aldrei á lífi, ég meina þau eru bara eitthvað sem fólk bjóð til. Hvernig getur þú sagt að trúarbröð hafi einhvern tíma verið til? Þetta bara eitthvað sem mennir kláruðu að skrifa. En það svona kerfishyggja sko, sérstaklega að þú ert bókstafstrómaður, þá ert alveg mjög mikil kerfishyggjumaður og þú ert líka að þú ert mjög vísindahyggjulegur, þá ertu líka kerfishyggju þengjandi sko. Enda Heidegger á móti vísindunum. Akkurat. Í sínum ritum allavega. Þannig að það er einhver svona hugmynd að sé eitthvað svona lífandi, skapandi andlegt ástand sem að hvíli hérna á milli þess að vera of kerfisbundin. Sammála því? Lifandi, skapandi ástand sem að hvílir á milli sem að einhvern veginn til á milli þessa of kerfisbundnu hugmynda heiminn sko. Annars vegar sko trúarlega hugmyndin og svo þurra vísindalega efnishyggjan. Já og nei. Sko mér finnst sko að vera í heimi sem Dasein sem hann býr til hann Heidegger sem þýðir í raun og veru bara þar vera. Það heimur og maður saman og í Dasein sem sem sagt heimur og vera saman allt og þar auðvitað líka vísindahyggjan. Það líka, þannig að þú ert ekki með sko veru og með vísindahyggju og svo á milli eitthvað gat. Það nefnilega ekki þannig. Heldur þetta, sko, þetta í raun og veru þegar maður að reyna eins og ef maður myndi vera að beita hans kenningum, að við þyrftum í raun og veru að opna veruna til þess að geta skilið bæði okkur og heiminn betur og þar sem að við overlöpum, þar sem að heimurinn partur á manninum og maðurinn partur á heiminum. Við opnum í raun og veru veruna með því að verða svona ofboðslega meðvituð og að setja einhvers konar intention sem einhvers konar vilji til þess að það mætti eiginlega bara segja að það væri svona einhvers konar viljakraftur eða áhugi. Þá erum við í raun og veru að bæta okkur og heiminn innanfrá. Heidegger vill alltaf vera að gera þetta innanfrá. Það vill Sartre líka og þetta í raun og veru leiðir þeirra til þess að gangast við því að við getum ekki farið út úr heiminum og við getum ekki verið og vera að horfa á hina og segja já ég meina þarna eru bara bókstafstrúarmenn og þarna eru nú bara vísindahyggjamenn og þú veist þetta fólk líka heimurinn og ég líka heimurinn þannig að við gerum aldrei, það finnst mér svo frábært við bæði Sartre og Heidegger að þeir eru aldrei að sko reyndar sagðir Sartre líka hell is other people en það annað mál en sko ég held að það hafa nú verið meira grín sko en ég veit það samt ekki að taka ábyrgð á því að við öll höfum fjarlægst einhvern sannleika og hann talar eins og þú byrjar að tala mjög mikið sem sagt of örar tækniframfarir sem að skila sér í firringu.
og það algjört Heideggerist hugtak, sérstaklega seinni tíma Heidegger. Á seinni tíma ferli hans, þá var hann mjög upptekinn, hann sem sagt var búinn að skrifa Sein und Zeit, ég held að hún hafi komið 1927, 35 held ég, 6 bókin sem ég skrifa svo, eða sem ég að fjallum sem ég skrifa, bókin sem ég að fjallum já, en síðan sko hann deyr 1976 gott ef ekki, og allur allt þetta sem hann að skrifa 40 eitthvað, 50 eitthvað og jafnvel 60 eitthvað mjög mikið tilengað því hvað við ættum í raun og veru að vera mikið meðvitaðri það að við séum að skapa einhvers konar skekkju, og hann að ráðast á oförar tækniframfarir í framhaldi af iðnbyltingu og oförar sko tækniframfarir og oförar framfarir sem slíkar bara út frá kapitalisma. Og hvernig sko við höfum í raun og veru alltaf verið að vinna gegn okkur, hann hlýtur að vera einhverju leyti þó að hann gangist kannski ekki við því og hann sé ekki með neina svona pjúra pólitíska, bara sko pólitíska heimspeki, hann alltaf með eitthvað undirliggjandi sko, þú verður að lesa það sjálf eða sjálfur, þá hefur hann bendir á einhvers konar óvin í hugmyndafræðilegum skilningi í Bandaríkjunum, en það ekki þarna beint, en hann sko að því, honum finnst það í raun og veru vera einhvers konar leið sem að fólk í heiminum hefur valið að fara eftir og gleymt þá einhverju, skilið eitthvað eftir, vegna þess að allt í einu þá voru við ekki lengur stödd í því að bóndinn gerði gat bara séð þennan akur, og þessi akur dugði akkurat til þess að geta lagt það inn og selt á markaðnum, fékk alveg nógan pening til þess að framfleyta sinni fjölskyldu, og það var jafnvægi. En sko leið þetta jafnvægi ekki lengur, að þá verður til einhver hlutur sem við ráðum ekki við, að því við erum ekki búin að hugsa hvað við gerum þá. En svo segir hann þú fjallar það í greininni í ritgerðinni fjallar það að því að þú andmælt mér aðeins á hann, ég var að tala eitthvað svona hópa sko, að það séu ég og þau eitthvað, ég áttum ekki beinleins við það, en hann segir að þú segir í ritgerðinni að það svolítið áhugavert að hann eins og sé að skrifa bókina fyrir fólk sem mun ekki skilja hana. Já. Og þá einhvern veginn samt komin einhver svona skipting. Það einhverjir sem eru þarna meðfætt eða komast ánga einhvern veginn. Hárrétt. Og svo einhverjir sem mun aldrei skilja hana. Já. Og það eins og bókin sem skrifuð fyrir fólk sem mun aldrei skilja hana. Eins gott að ég las þessa ritgerð daginn, því ég var nefnilega búin að gleyma þessu sjálf þegar ég las hana daginn. Ég hef ekki búin að lesa hana í mjög mörg ár sko, og ég rendi yfir hana í tengslum við námið mitt núna, og ég hjó eftir þessu á mér. Mér fannst þetta svolítið áhugaverður punktur. Þetta í raun og veru ekkert ég að hugsa þetta fyrst. Það hafa mjög margir heimspekingar verið gagnrýndir í gegnum tíðina fyrir að sitja í hinum víðfræga og margnotaða fílabeinsturni. Samanber Leibniz. Já, Sartre, fullt af fólki. Það sem að þú hafir í raun og veru ekki nógu mikinn aðgang að hinu venjulega lífi til þess að geta í raun og veru talað út frá því sem að almenningur þarf til þess að skilja það, en ef að við horfum á í sögulegu ljósi það sem að heimspekingar sko, sem eru komnir á þennan stall eru að gera, þá eru þeir vonandi alltaf, og þau öll sem eru að skrifa heimspeki, alltaf að skrifa eitthvað sem að þau vonast til að sé tímalaust. Já. Þannig að jafnvel þó að heimspekingur sé gagnrýndur í samtíma sínum fyrir að vera kannski ekki einhverju tengslum við eitthvað, að þá allavega grunnhugmynd góðs heimspekings að vera að bjarga mannkyninu.
það finnst mér vera grunnurinn. Ef þú ert ekki til þess að bjarga mannkyninu, og þá ertu í einhverju hugarleikfimi sem er miklu meira stóuspeki heldur en eða lögfræði. Ég er sammála þessu, ég er búin að koma inn á þetta oft með marga af mínum heimsbyggju gestum hér, sko, að það er einhvern veginn alltaf einhver svona gegnumgangandi einhver svona markmið góðmennsku, eitthvað gott markmið í að sko fólk sem velst út í heimspeki, það er yfirleitt eitthvað í einhverju svona ofboðslega mikill sko hugmyndafræðilegri hugsjónavinnu. Já, það er allavega það sem ég tengi við og bara það var alveg magnað hvernig heimspekin einhvern veginn talaði við mig í fyrstu greininni sem ég las og ég var bara já, heyrðu, þetta skil ég, þetta er magnað, ég get þetta. Ég ætlaði sko að verða enskukennari og þýðandi. Vokaði ensku sko, en mér finnst í raun og veru Heidegger, mér finnst alveg hægt að gagnrýna marga þarna vegna þess að þau eru komin á einhvern stað af því að þú náttúrulega ert ekki farin að skrifa einhverja bækur sem fá útgefandi og dreifingu nema þú sért kannski í 20 ára búin að vera að vinna af því að komast þangað og þá ertu komin inn í heið akademíska umhverfi þannig að auðvitað ertu á einhverjum sérpalli einhver staðar en þú ert ekkert endilega á þeim sérpalli að horfa niður á alla og finnast þú vera merkilegri en þú ert komin í afkima vissulega. Hins vegar ef maður er í einhvers konar hugmyndafræðilegri björgun á mannkyninu pælingum án þess að vera með mikilmennsku brjálæði, það alls ekki þannig, það er ekki sko eins og þegar Nietzsche var komið með sífilis og í heilabúið og var bara farinn sko, þú veist, þú átt að geta verið að skrifa þannig að það nýtist í 100 ára á eftir og það er náttúrulega bara, þú veist, það er ennþá verið að vitna í hugsa þess vegna er ég sem að René Descartes skrifaði 1600 og eitthvað, ekki satt? Já, og Platon endalaust. Já, Platon var náttúrulega nokkrum árum, 100 árum fyrir Krist. En kemst maður upp með það, er alltaf einhvers konar yfirlæti fólki í því að vera að segja heiminum hvernig hann ætti að vera? Nei. Það er ekki? Nei, engan veginn. Ef það er velviljað? Þetta snýst hvorki yfirleiti eða að velvilja. Þetta snýst bara hvorugt. Þetta snýst það að manneskjur sem eru komnir á þann stað að það hugsa endalaust og slökkvi ekki á hausunum sínum, ætli ekki í raun og veru að finna einhverja leið til þess að fljóta þarna áfram, heldur sé alltaf að taka allt inn og reyna að draga sniðugar og skynsamlegar ályktanir og heldur áfram að lesa ótrúlega mikið eftir aðra. Það á að vera búið að átta sig á því að ego er til trafala. Og ef að egoið er ekki með að þá ertu aldrei að setja fram hugsanir eða hugmyndir sem eru að ýta einhverjum öðrum hugmyndum niður. Þú ert alltaf að representera eina leið og ert ekki að segja að það sé eina leiðin. Nei. Það er nefnilega málið. Það er ein leið eða eina leiðin og þar erum við mjög mikið komin á fyrirbæra fræðilegar slóðir vegna þess að þú tekur hvaða hlut sem er í heiminum og bara við það að ég sjái viðkomandi hlut eða fyrirbæri á einn hátt þá er ég raun og veru búin að sanna það af því að ég veit að það er ekki allir ég þá er ég búin að sanna það að það er alveg óteljandi margar aðrar leiðir til þess að horfa á viðkomandi hlut bara þegar ég horfi á þennan lampa hér og ég veit hann er í þrívídd og við erum í rými þá veit ég að það er eitthvað hinum megin við þennan lampa sem að ég get ekki séð alveg sama hvað ég gerir núna ef ég sit hér en ég veit af því og þetta er ein fyrirbæra fræðilega leiðin í hnotskurn sem er svo að við það að skoða mínar hugsanir skoðanir og kenningar að þá er ég í raun og veru á sama tíma að átta mig á því að það er til eitthvað andstætt í. Okay. Þannig að hugmyndir mínar sanna hugmyndir annara. Og þá erum við kannski komin að síðasta málefninu sem er hvað er ég að rannsaka núna? Já, nú erum við komið í doktorsnám. Við höfum 10 mínútur. Já, flott. Það er ágætt að enda þar. Okay. Sem sagt, ég las grein, það byrjar ofta einni grein sem að kveikir í manni. Ég las grein eftir heimspekingin Emanuel Levinas sem er frá Litáen, fæddur í Kaunas en skrifar á frönsku, varð franskur franskur ríkisborgari
og bjó í Frakklandi, skrifar á frönsku og greinin heitir á frummálinu La réalité et son ombre eða raunveruleikinn og skuggi hans. Vel gert. Og birtist í tímariti Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir og Merleau-Ponty sem að hét hvað heitir þetta? Les temps modernes eða Modern Times eftir Chaplin myndinni og þar Levinas í raun og veru meðal annars, þetta náttúrulega mjög skemmtileg pæling, raunveruleikinn og skuggi hans. Þú ert með raunveruleikann, svo ertu með skuggan. Og hann að gagnrýna nokkra hluti þarna, meðal annars það að listamenn séu í raun og veru ónauðsynlegir. Hann vill alveg leyfa listamönnum að vera til, en hann segir listamenn munu aldrei geta verið nógu siðferðilegir eða nógu sem sagt með nógu mikið af hugmyndum sem að í raun og veru fjalla einhvers konar betrun fyrir mannkyn og vegna þess að í eðli sínu þá þurfa þær að einbeita sér svo mikið að sjálfum sér til þess að komast á staðinn sem maður eru á að þeir verði að vera egoistar að þú verðir í raun og veru að sjá hlutina út frá sjálfum þér en hann gleymir dálítið þarna að skoða listamannin í samhenginu sem hann að skoða allt annað í sem það að mannveran þurfi á hvort öðru að halda og hugmyndir Levinas ganga hann sem sagt það sem að kallast siðferðilegur fyrirbærafræðingur hann blandar saman siðfræði og fyrirbærafræði en siðfræðin hans alls ekki venjuleg siðfræði en hann segir samt sem áður siðfræðin fyrsta heimspekin það komið frá honum og Levinas lítur svo á að algjörlega gengt til dæmis bæði Sartre og Heidegger það alveg hinn póllinn að þá lítur hann á að hinir sem oft talað autrui sem hans svona fræðiorð í því eða bara hinir, aðrir others séu í raun og veru alltaf það sem þú eigir að líta í og það sé sko árangusríkast og virki best ef þú sért ekki einu sinni að horfa á aðra í ykkur hugmyndafræðilegu samhengi heldur sért bara hreinlega að eiga í samræðum sem sagt frá augliti til auglitis þannig að það sé andlit hinna sem að birti þér sannleikan heiminn og sjálfan þig og þannig að þarna Levinas komið með sína aðferð í þessari frestun og afturfærslu þessu transcendence sem að fyrirbærafræðin gengur út á en hans aðferð ólíkt Heidegger sem að vildi nota bæði dauðan til þess að geta speglað sig og sannað veruna eða nota orðin til þess að búa til nýju orð og komast aftur inn í veruna hann vill bara nota andlit hinna sem að raunverulega hann segir að hafi alltaf meira rétt fyrir sér en þú og þannig kemst hann svo aftur inn í sjálfa sig þannig að hann horfir á hina og andlit þeirra og segir að sannleikurinn birtist þar en svo undanskilur hann listamenn og það eru margar aðferðir til þess að túlka þetta og það hafa alveg einhverjir verið að skrifa þetta en ég vil gera fyrirbærafræðilega úttekt á því sem listamaður og það hvernig listamaður geti kannski ekki ólíkt því sem að Heidegger að tala bara ljóðskáld en ég vil tala það í víðara samhengi, allir listamenn hvernig listamenn geti þegar að tungumálinu sleppir tekist á við erfiðar siðferðilegar spurningar í heiminum þegar að annars orðræða okkar myndi sigla í strand af því að við erum kannski öll svolítið föst í því að vera í okkar hugmyndum og þessi samræða sem að Plató trúði á Hegel hélt fram í dialektikinu sínum að það yrði alltaf til eitthvað betra og þarna Levinas í raun og veru
að nota hana kannski svolítið öðruvísi samt af því að hann trúir ekki á sem sagt, hann talar alveg gegn Plató, hann tekur alveg hinn pólinn, hann segir Plató var í raun aldrei að leyfa neinum að tala, hann var alltaf bara að nota samræðarnar til þess að sanna það sem að honum fannst sjálfum og hann sýndi eiginlega fram á það að viðmælendur sínir voru sammála sér þó að hann teldi sjálfur, hann segðist ekki vita neitt sko. Þetta er alveg frábær túlkun á. Ég er alveg svolítið sammála þessu. Það er merkilegt að þeir voru veljað samt báðir, bæði Platón og Levinas að taka listamannin út fyrir sviga. Því Platón gerði það líka. Já, og þú veist, ég held að mjög margir af þessum heimspekingum sem ég er búin að nefna hafi í raun og veru tekið svolítið vel utan Plató. Ég meina, Nietzsche skrifaði heilmikið, hann byrjaði ofsalega mikið sem gagnrýni á Plató, það sem að hann er í raun og veru einhver grímukenning sem slík hjá Nietzsche, það sem að hann er í raun og veru, það ég held að sé Birth of Tragedy, getur verið að sé fyrsta ritið hans, ég maður ekki alveg, þetta er kannski svolítið komið í graut hjá mér þegar maður er búin að vera að pæla í þessu í 30 ár. En ég er að reyna að muna þetta, ég er að reyna að kompartmentalæsa sko, hvaða nám á hvaða tíma hérna. Held að sé, sem sagt, Birth of Tragedy sem ég man ekki hvað var þýtt á íslensku sem. En þar er Nietzsche svolítið að ráðast á sömu nótum að Plató. Það sem að hann setur upp grímu hins fávísa. Þykist ekki vita en veit og er umverulega dálítið að færa sko, hugmyndir sínar yfir til annars. Þetta er eitthvað... þá Sókrates vera með eitthvað leikrið, vera ekki ekta? Já, ég meina ef að maður heldur því fram á bara verður að vita ekkert til að vita eitthvað og er svo sérna, ég veit ekki neitt, hvað getur þú sagt um fegurðina og svo sem sagt kemur einhver með eitthvað og þá segirðu, nei, þú ert ekki að tala um þetta, þú ert að tala um þetta og er alltaf með svar þangað til að þú ert í raun og veru komin á staðin sem þú vilt að verði rætt þá er þetta orðin samræðulist eða retórik. Akkurat. Við erum alveg að detta út á tíma og Levinas er staddur á þeim stað að hann trúir meira á aðra heldur en sjálfa sig. Ég vill í raun og veru sýna fram á það að listamaðurinn, ef hann er góður í sínu fæi, ætli í raun og veru ekki að vera á einhverju egotrippi því að auðvitað eru þannig listamenn til en það eru líka til þannig lögfræðingar og þannig læknar og þannig heimspekingar, örugglega, veist, þá erum við stödd í því að þeir listamenn sem hafa í raun og veru erindi og geta tekist á við erfiða spurningar séu ekki bara mikilvægir heldur nauðsynlegir í nútíma heimi eins og staðan er í dag til þess að fjalla og setja erfið málefni á dagskrá þegar aðrir gera það ekki og svo hins vegar er hlutverkið listamaður í uppnámi sem að verður í loka hluti þessara ritgerðar. Ég er nú eftir að vera hann í nokkur ár, ég er bara nýbyrjuð. Loka hluti doktorsritgerðar mínar verður í raun og veru það hvað gervigreind er að gera akkurat núna og hvernig hún er að þróast, hvað er hún raunverulega að setja inn á markaðin, ef svo má segja, sem tækni sem að hægt er að nota af öllum líka listamönnum og mun það breyta hlutverki listamanna eða mun það cancela list að einhverju leiti af því hún er orðin svo almenn og algeng og hvað er það þá að vera listamaður og þá snýst þetta að endingu kannski ekki list heldur mennsku. Þannig að í grunninn með þessum útúrdúrum öllum siðferðilega fyrirbarafræðið sem er að fjalla hugmyndir listamenn, sem er að fjalla það að vera ekki egoistar og svo framvegis. Allur þessi grautur endar á því að við þurfum að varðveita mennskuna. Já, vonandi. En er þá pointið hans Levinas að þeir sem að séu ekki listamenn, að þeir séu að vinna lógíst og séu einhvern veginn ekki í sjálfunu í andstöðu við listamannin? Akkur eru þeir ekki líka egoistar? Já, þetta er alveg ofsalega góða spurningar. Á þessum stöðum sem að ég hef verið að skoða, því nú hef ég ekki til dæmis ég er ekki búin að ná að fara yfir öll rit Levinas eins og ég er líklega búin að gera á einhverjum að einhverju leiti með Heidegger af því að ég náttúrulega var alveg í nokkur ára að vinna þá ritgerð
og ég er ekki komin alveg nógu langt í Levinas, en í þeim ritum sem ég hef verið að skoða að þá hefur hann er alltaf með einhverja svona, hann byrjar að fjalla listamenn mjög mikið á móti þeim og setur einhvers konar svona varnagla, þeir eru mikilvægir þegar það kemur að því að vera í raun og veru einhvers konar annars konar leið að hlutnum sjálfum og varnaglinn hans á það að listamenn gætu mögulega sloppið í einhvers konar umfjöllun einhver málefni eru í gegnum gaggrínendur. Hann segir listaverkið sjálft er ekki neitt sem slíkt vegna þess að þú ert með eitthvað órætt að þá enginn að segja þér nákvæmlega hvað það þýðir, en þá eru gaggrínendur sem koma og fjalla það og útskýra það og þá getur almenningur skilið það betur. En ég er þarna ósammálanum því að í grunninn þá finnst mér list vera einhvers konar sköpun, bæði eins og Schopenhauer var að segja sem að lætur okkur komast út úr heiminum og eins og Sartre er að segja sem að lætur okkur takast á við og gangast við hlutverki okkar eins og bara í bókinni Nausea, ef þú hefur ekki lesið hana þá mæli ég með þið eða hlustendur eða áhorfendur, ógeðslega fín bók þar sem að aðalsöguhetjan gengst að lokum við því að hann verði að hætta að vera sagnfræðingur og fara að verða hann sjálfur og eins og svo margir aðrir þessir heimspekingar sem ég hef verið að tala eru staddir í því að þeir vilja í raun og veru að fólk fari inn í sig, geri sig betri og fari þannig út í heiminn og gera hann betri á þann hátt. Og þetta eru bara frábær loka orð. Ég verði miður að ljúkast núna því ég var búin að lofa að halda þessu á knöppu í dag. En Heiða í Unun, þakka kærlega fyrir að koma og takk fyrir spjallið. Og takk fyrir áhorfið. Takk.